í verkefni 14 þá notum við þessa stýrirás til þess að fá ljós á peru, reyndar ekki að hraðastýra mótor eins og þið sýnt á þessari mynd. Við vorum bara með álagið, þess að glóperu, en við gætum verið með mótor eða hvað sem til þess að stýra. En þannig að þá segjum við hér sko að hér höfum við sagatannaspennu inn í stýrirásinni sem borin saman við stýrispennu, og ef að stýrispennan tiltölulega lág eins og hérna, að þá fáum við heilmikið ljós á peruna eða talsverða spennu á mótor, ef við erum með mótor í gangi við þessa stýringu. En hérna getum við spurt til dæmis hve há spenna yfir álagið þegar að stýrispennan 2,5 volt. Og við gerum ráð fyrir að það sé 230 volta spenna, það bara riðspenna, 230 volt 50 rið, skilji, þetta bara riðspenna. Þessi 50 rið skipta í öðru, engum máli, ekki fyrir neitt útreikninga eða neitt slíkt. Það bara 230 voltin skipta máli fyrir útreikningana. Og ef við myndum segja að við værum þá með stýrispennuna einhvers staðar hérna á bilinu 0 til 10 volt til að bera saman við sagatannarspennuna, að þá fáum við út úr þeim samanburði ákveðið opnunarhorn, sjáið, ef það 0 volt, þá erum við með 0 gráðu. Við náum því að vísu aldrei nema fræðilega, getum reiknað út, en getum aldrei náði í raunveruleikanum. En ef að stýrispennan í 10 voltum, þá líka engin spenna lengur. Sjáu þið hérna, af hverju engin spenna? Jú, af því að þá spennan komin niður í 0. Þá þéttir afhlaðin hérna niður, og þetta svolítið ýkt hérna, þessi skálína hérna, hún á í raun að vera bara alveg bein. Af því á sveiflusjármyndum sem við erum með af þessari stýrirás, að það bara bein lína niður. Og mjög fljótlega afhlaðin þessi þéttir. Svo að spennan sem að við berum hérna saman, stýrispennan, ræður því við hvaða gráðu, opnunarhorn sem sagt, að við fáum stýripúls inn á týristor. Og til dæmis hérna, ef við skoðum brotalínuna sem að kemur hérna frá það sem að það mætast, sagatannaspennan og stýrispennan, og þá sjáum við að þetta gerist eitthvað rúmlega 45 gráður, ok. En við sjáum samhengið í þessu, að þegar að sagatannaspennan komin upp í topp, sem 10 volt, að þá riðspennan komin 0. Þá erum við með þess við 0 til 180 gráður, það rauninni spenna á sagatannaspenninni frá 0 upp í 10 volt. Getum við sagt, til að bara nota þægilegar tölur í þetta. Og ef við segjum að stýrispennan myndi skera sagatannarspennuna hérna akkurat í 5 voltum, að þá væri akkurat helmingurinn af reiðbylgjunni 90 gráðnar, þar myndum við fá stýripúls og þá fengjum við helminginn af reiðbylgjunni yfir álagið, skiljið. Svo að þannig getum við stjórna því hversu mikinn hluta af spennunni við fáum yfir álag. Og síðan ef við stillum stýrispennuna hærra upp, nær 10 voltum, þá fáum við alltaf minni og minni spennu. Sjáum þá endar hérna niður í 0 á reiðspennunni. Og við 180 gráðu þá þetta akkurat 0 volt. Og síðan neikvæði hlutinn, hann virkar alveg nákvæmlega eins, og við fáum stýripúls við nákvæmlega sömu gráðuna í neikvæða hluta reiðbylgjunnar, og svo ef við fængjum hérna við 10 voltinn, bæri saman stýrispennan og sagatannaspennan í 10 voltum, þá erum við heldur ekki með neina neikvæða spennu yfir álagið. Þá erum við komin hérna niður í 0, skiljið. Þannig að þetta að stjórna spennunni frá 0 upp í 180 gráðu á þessu spennusviði
0 til 10 volt. Ok, þá erum við búin að skoða það og þá getum við sagt það að já, ok, þetta er bara útskýring. Ef spenna á sagatanninu milli 0 og 10 volt þá gæfi 5 volta stýrispenna, sem sagt það er stýrispennan í punkti 11 og hún gæfi púls inn á týristor við 90 gráður af því að þetta hérna er sviðið. Ok, þetta var bara útskýring. Svo kemur spurning hérna. Ok, á myndinni er stýrispennan að skera sagatannarspennuna við bil 2,5 volt sem samsvarar 45 gráðu opnunarhorni. Þá notum við 45 gráðu opnunarhorn til þess að reikna út sem sagt hvað er spennan yfir snúðrásina hérna í þessari mynd. Þá notið þið þessa formúli hérna. Vil ég vera fljótur að þurrka þetta út til þess að, já, þá notið þessa formúlu. Þá tökum við upp reiknivélina og gefum okkur smá tími í það. Já, þá fáum við 176,7 volt. Og næsta dæmi er í rauninni hérna fyrir neðan. Ég var bara að sýna sem sagt hvernig við færum að því að finna opnunarhorn. Það er tími sinnum 360 gráður og deilt með 20 millisekundum ef okkur vantar opnunarhorn. Ef okkur vantar tíma opnunarhornsins þá getum við farið þessa leið hérna. Við erum með eitthvað ákveðið opnunarhorn sem við þurfum að vita hvað er langur tími. Sinnum 20 millisekundum deilti með 360 gráðum og fáum tíman á viðkomandi opnunarhorni. Og þá er bara að reikna þetta dæmi hérna. Ok. Hérna. En þið voru með, eru þið ekki með þetta dæmi? Við vorum með þetta hérna fyrst, sko, sem sagt að fara yfir opnunarhorn og tíma opnunarhorns og síðan þar í næstu síðu fyrir neðan, eða, já, það kemur strax á eftir. Og þá er stýrð hálfbylgjuafröðun og við erum að reikna út spennuna, sem sagt jafnspennuna yfir álegið. Hvað er gráða? Er þetta sama gráða? Nei, 30 gráður. 30 gráður, já. 26,6. Þá spyr ég hérna QH. Spenna. Já, þetta er rauninni jafn. Þetta er jafnspenna. Er yfir álægið. Þegar opnunarhornið er 30 gráður. Ok, við skulum leyfa já, við skulum leyfa fleirum að spreyta sig á þessu áður en við gefum út svarið. Já, við ætlum að nota þessa formúlu sem sagt til þess að reikna út þetta dæmi hérna. Jæja, ok. Þið eru með það hérna 148,5 volt. Þarf að hækka 5 eitthvað upp hérna? Nei, allt í lagi. Síðan til þess að reikna út þessa spurningu hérna, hvaða spenna er á milli C og D, sem sagt, affallsvafsins, enda affallsvafsins, þá notum við hvaða díóður eru í þessari brú. Allar? Nei, ekki D5. Það er rétt. Hvað gerir D5? Hann er einstaklega út. Þetta er hérna Straumspennudíóð. Straumskiptidíóð, já, einmitt, við köllum hana straumskiptidíóðuna. Hún sem sagt leiðir strauminn sem er vegna segulorkunnar sem er í svona vöfum snúðsins. Og hérna, þannig að straumurinn hann stoppar ekki bara strax leið og við fáum 0 í spennuna frá afreiðisrásinni, hérna hálfstýrðu heilbylgju afreiðisrásinni, heldur að hérna segulorkan hún gefur okkur straum hérna áfram, það myndast plús hérna neðanverðu og fer í gegnum díóðana þannig að straumurinn heldur áfram í svolítið stund. Og
En við erum að nota díóð 1, díóð 2 og síðan sem að tengjast þetta niður í mínus, sjáum við, mínusinn tengist inn á D-ið á affarsvæðinu og svo hvað tengist inn á C-ið? Jú, það er díóð 3 og díóð 4. Þannig að þá eru þessar díóður hérna, D1, 2, 3 og 4, taldar upp fyrir óstýrða heilbylgjuafröðun, U, C til D á affarsvæðinu og þá notum við þessa formúlu hérna sem að er á formúlublaðinu hjá okkur hér. Sjáum við að þegar við erum með 4 díóður í brú þá erum við með, ég ætla að stækka þetta aðeins, þá er að tvissunum rótina 2 sinnum spennan inn, deilt með pi og ef við tökum þetta tvissunum rótina 2 og deilum með pi þá fáum við það bil 0,9 og þess vegna segjum við líka að meðalgildi afriðaðrar riðspennu er 90% af virkagildinu eða meðalgildi úr hálfu riði er 90% af virkagildinu. Þannig að, en hálfa riði það er alltaf koma reglulega svo að þetta gildir heilbylgjuafröðunina. En ef við værum bara með eina díóðu og sjá hvað gerist, þá erum við að deila með 2 því að við erum með 0,45. En þegar við erum með 4 díóður, þá erum við með 0,9 sinnum spennuna inn, riðspennuna og það er það sem við erum að gera hérna. Að það er 0,9 sinnum 220 volt og þá fáum við 198 volta spennu. Þetta er alveg stöðug spenna allan tíman á meðan mótorinn er í gangi eða bara stopp. Það getur verið stanslaus spenna á affarsvæðinu. Svo þegar að mótorinn á að snúast, þá fær hann bara straum í gegnum snúðrásina. Þá fer hann að snúast. Ok, þetta var það dæmi og síðan er næsta. Þá ætlum við að skoða hérna myndina hérna fyrir neðan. Ég ætla að fá hérna, ég bætti við auka spurningu hérna. Ef opnunarhornið er 0 gráður, já, vonandi sáðu þetta ekki, þá ætlum ég að spyrja hérna hve há er jafnspennan við 400 volt AC spennu inn á afriðilinn eða á brúna. Hvernig fyrir við að ég reikna það út? Ég var að prófa að setja inn 180 gráður, sjá hvað spenna kemur það út. Prófið það, byrjið á því, setjið þessa formúlu upp og setjið hérna í staðan fyrir hérna U, setjið 400 volt þar og setjið sem sagt hérna þá fyrir kósinus af alfa, prófið að setja kósinus af 180 gráðum. Hvaða spennu fáið þið þá? Kósinus af 180, herðu, gerðu kósinus af 175 gráðum. Það er það 1,02. 1 volt? Æðislegt. En ef þú ert með 180 gráður, getur þú breytt í? En af hverju gerum við 175 gráður? Bara til þess að, af því að við kannski erum ekki alltaf við að nákvæmlega 180 gráður, en ég ætla bara að sýna þér hvað myndi koma í ljós, að þarna er einhver pínulítil spenna. En alveg í endanum, í 180 gráðum, þá erum við ekki lengur með þennan spennu. Hvað fáum við þá út? Með 0? Yes. Ha? Já. Við 180 gráður. Hvaða spennu fáum við þá út? Það er ekki 0? Já, það er rétt. Þá fáum við 0 volt.
af því að þá erum við bara að setja púls þegar er engin spenna, þegar að riðspennan er í 0 gráðum, í 0 gráðum, rétt, og í 0 voltum. Það er málið. Ok, því að þessi stýring er að stýra jákvæðri spennu, jafnspennu, frá 0 gráðum til 180 gráður. En ef þið setið inn kósinus af 0 gráðum, hvað fáið það út? Ég 540. Já, aðeinslegt. Passa það? Ja, ef þú bara kveikir hérna á hraðastýringunni inni og finnur hérna DC-spennuna, þá er hún í kringum þessa tölu. Hvað er það að segja? Ef við setjum opnuna þarna? Þá er eitt dæmi eftir hjá okkur. Já, það er, en það er spurt hérna, já það er sannlega 2 dæmi eftir, því að hér er spurt, hve há spenna er yfir álagi þegar opnunarhornið er 135 gráður. 29... Já, 79,1. Ok. Það er eitthvað að skrýta þannig í lokin, sko. Hvað er það? Við erum ekkert að nota 50 hertz. Nei, ég meina það er bara til þess að leggja áherslu á að þetta er riðspenna, skiljum. Þetta er ekki eitthvað sem að eitthvað óþekkt spenna, þannig að ok, það væri hægt að skrifa hérna fyrir aftan AC, það er bara riðspenna. Ok, 79,1 volt, já, það er rétt, þið fengu það. Sko, sem að þá sjáum við það, þegar við erum með svona stórt opnunarhorn eins og 135 gráður, þá erum við ennþá og allan tíman í þessari rás hérna með jákvæða spennu, með spennu í plús. En það er ekki með síðustu myndina sem við erum með heilstýrða þryggjafasa afriðun. Þá er allt annað þar upp á teningnum. Því að við erum með jákvæða spennu þar frá 0 til 90 gráður, en neikvæða spennu frá 90 til 180 gráður. Og þá er hægt að á því spili 90 til 180 gráður er hægt að nýta hemlunar orku. En þá er spurning núna, hvaða spenna hve há spenna, jafnspenna, er yfir álagi þegar opnunarhornið er 135 gráður. Sama riðspenna inn, sem sagt 400 volt. Nú reiknið þið. Ég fekk mínus 381. Já. Er það í leið? Hvað segir hérna? Það er annað. Er ekki 135 gráður, er það ekki á milli 90 og 180? Það er sagt að það eigi að vera neikvæð spenna. Já, Já, það bara passar það. ok. Það er eðlilegt að þið verðið svolítið hissa, en þetta er þannig. Þetta á að vera neikvæð Út af því að þá bara brúin, hún virkar þannig og við nýtum hana þannig að við erum að taka hemlunarorku tilbaka inn á netið og létta þá á einhverjum rafölum eða við getum þurft að eyða þessari orku með svokölluðum bara hreinlega mótstöðum. Þetta er bara raunviðnám sem að við eyðum þessari orku í. Og þetta eru kallaðar svona hemlunar mótstöður og hérna það eru þá staðsettar í skorsteinshúsinu á skipinu til þess að fá hitann þar upp og ef að við getum ekki eytt orkunni með öðrum hætti.